Helmar, ef þú að ræða þennan Frakklandsleik hvernig var þetta næst þér? Bara svolítið erfitt, þeir komu út með mjög mikla orku og voru hitt alveg gríðarlega vel. Þeir eru náttúrulega með það mikið gæði í þessu liði að ef það voru komin 20 eða 30 stigum undir þá er helvítið erfitt að ná þeim. En þeir spiluðu bara ótrúlega vel og ég held að það var hrikalega gott flæði hjá þeim og það var mjög erfitt að dekka og sérstaklega kannski á 8. degi á þessum móti og já, þeir voru bara miklu betra lið í dag sko. Kannski eigðum ekki miklu tíma í að ræða nákvæmlega þennan leik en líkileikmaður íslenska landsliðsins Elvar Már Friðriksson var rétt í þessu að hrósa einhver yngri leikmenn sem að koma inn í liðið og sagði að framtíðin væri björt. Hvernig líður þér með svona þetta unga kor sem að koma inn í liðið og hvernig ykkur gekk á þessu móti? Bara mjög vel, þetta eru allt leikmenn sem eru mjög æstir í það að fá stærra hlutverk og eru allir bara svolítið að bíða eftir að fá okkur tíma til að springa út og það eru allir bara ógeðslega spenntir yfir því að fá tækifæri til þess að fá aðeins stærra hlutverk og fá aðeins að gera aðeins meira og ég er bara full að trú á mér og þessum leikmennum sem hafa kannski ekki verið í minna hlutverki og eru að stefna á það að stækka þetta hlutverk. Þannig að allavega þeir sem voru hérna í dag og það eru með fleiri sem eru ekki hérna með okkur í dag sem ég veit að eru meira tilbúinir að stíga inn og já, ég get alveg tekið undir það með Elvari. Ég held að framtíðin sé bara mjög björt. Lífið í Pólandi þessar síðustu daga og Litháen þar á undan og svo margar keppnisverðir. Þið hljótið að vera pínu þreyttir svona eftir? Já, þetta er búið að vera svolítið langt sumar sko, en þetta er bara það gaman að þetta svolítið er bara það sem maður vill vera að gera. Þannig að þegar þetta er eitthvað svona sem ef það er ekkert annað sem þú vilt frekar vera að gera þá verður þetta ekki þreytt. En jú, það er náttúrulega auðvitað smá ferðalagi rífa alltaf í og við erum búin að vera mikið að ferðast og mikið að ferðum og mikið búin að vera saman en það er ótrúlegt hvað við erum ekki konum að ógeða okkur öðrum sko. Þannig að við erum ennþá bara góð móral í hópnum og við erum bara það góði vinnir að ég held að þetta sumar gera okkur bara ennþá betri vinnir sko. Alveg að lokum, gefur Baldur frí yfir helgina, er það næsta vika eða hvernig? Ég ætla að leyfa honum alveg að eiga það sko, ég hef ekki hugmynd það. Ég kannski slepp bara á símanum næstu daga og sé til hvernig þetta verður eftir helgi. Kærar þakkir Hilmar og til hamingju með flott mót. Takk hérlega fyrir.